Þegar við erum að vinna með yfirborðsflatarmál sívalnings, eins og við sjáum á myndinni hérna, eða bara dósin hérna, þetta geti verið sama myndin, að þá skiptir máli verið að spyrja mig flatarmál möttulsins eða alls sívalningsins. Möttul sívalnings plássið í gegn eins og þetta sé rör og engin endi. Það endi hérna megin en eins og hann væri ekki. Þá ég bara að velta þessu plássi hérna fyrir mér. Möttullin svolítið eins og ég sé búin að búa til rör með blaði og þá þetta flatarmálið á blaðinu. Þegar ég opna það, þá myndar það ferhyrning. Þannig að hvaða lengdir ég þá með? Jú, ef ég tek þetta og klippi hérna bara á og opni til sitt hvor áttina, þá verður til ferhyrningur 15 þessi lengd hér, en hin lengdin þessi hérna, það ummálið á hringnum. Og ummál hrings þvermál sinnum pi. Þannig að það sem ég þarf að gera þegar ég ætla að reikna möttulinn, táknum það stundum með m, að þá það 16 þvermálið, munið þið, alla leið yfir, sinnum pi, sinnum hæðin. Og út úr þessu fæ ég 12.064 cm í öðru, þið munið, þetta flatarmál þess vegna þetta í öðru. Ef að það verið að spyrja mig yfirborðsflatarmál alls sívalningsins, það að segja með endunum báðum, og það skiptir máli, við þurfum að horfa á myndin að lesa textan, verið að spyrja báða endana, eða bara annan jafnvel sem nú sjaldgæft, að þá ég komin með þessa hlið, ég þarf ekki að reikna hann aftur, hún hér, þannig að yfirborðsflatarmálið þá 12.064 pluss, og svo þarf ég að reikna hringina, það radíus í öðru sinnum pi, og þá ger ég 8 í öðru sinnum pi, en svo þetta 2 hringir, þannig ég gerir sinnum 2, og út úr þessu kemur 402, þannig ég þarf bara að bæta hérna 402 við, og þá fæ ég 12.466 centimetrar. Hvort verið að spyrja mig möttulinn eða yfirborðsflatarmálið? Það það sem ég þarf að lesa út úr og ég þarf að vita náttúrulega hvað möttull og bæta svo hringjunum við ef ég á að bæta endunum við líka.